Já, Óli, 1-0 sigur, þurftu svona að harkað inn í lokin, hvernig líður með þetta? Bara mjög vel. Leikurinn kannski fór ekki alveg eins og við lögðum hann upp með sko. Þeir breytta aðeins til hjá sér, hvernig þeir stilla sér upp í sókn. Mikið hreyfing á þeim, skiptum stöður og við náðum bara ekki pressunni nægilega vel, þannig að við svona ákváðum á endanum að detta bara í einhverja milliblokk og svona leyfa þeim að koma aðeins á okkur. Þannig að varnarleikurinn lagaðist mjög mikið þarna miðbik fyrir áleiks, svo náum við inn þessu marki og þá þróast leikir oft út í eitthvað svona. Mér fannst við verjast bara mjög vel, þeir eiga skalla í slána og svo eitt kannski skot sem er tæklað í hot sko, annars fá þeir engin færi sko, þó er þessu mjög mikið með boltan í seinni hálfleik og við hefðum getað komist í 2-0 þrisvar en náðum ekki, þannig að gaman að hanga á þessu 1-0 þó það sé helviti stressandi að vera á bekknum en bara hrós til strákana og þeir bara djöfluðust og bara kláruðu þetta og stuðningsmennirnir hjálpuðu okkur gríðarlega mikið, þeir gáðu okkur alveg þvílíka orku og hefðum ekki klárað þetta án þeirra. Þið eigi alveg talsett inni, þú getur sammálað því? Við hefum það. Mér finnst í báðum þessum leikjum núna, finnst mér við ekki vera svona að ná upp þessu flæði í spilinu okkar. Þannig að við eigum svolítið inni þar en við svo sem svona rættum það að ef það er hægt að toppa ofsnemma þá gerðum við það í fyrra. Þannig að við erum búin að byggja þetta undirbúningstímabil upp aðeins öðruvísi heldur en í fyrra. Og við vildum koma inn í þetta mót og ná bara einn sigurum og eiga inni að vaxa, þannig að já, ég tel að við eigum ennþá mikið inni. Segðu mér aðeins af hverju þú ert með Halldóri í markinu. Þetta er bara samkeppni þar eins og alls staðar annars staðar og við erum bara með 2 frábæra markmenn í Halldóri og Sigurjóni og Halldór er bara, eins og ég sagði við Sigurjón, ég er ekki að refsa honum, ég er að velja Halldór, hann er bara búinn að standa sig frábærlega og mér fannst hann bara eiga að skilið að byrja fyrsta leik og já, eins og staðinn núna er hann í markinu og Sigurjón er að bakka hann upp og slást við hann í leiðinni. Hvernig er að segja við Sigurjón sem búinn að vera aðalmarkmaður hérna síðustu ára að hann er á bekknum? Bara mjög erfitt sko, búinn að þjálfa Sigurjón síðan hann var 17 ára sko mjög erfitt og en hann skilur þetta og hann er alveg sammálaði að Halldór á skilið að spila en auðvitað finnst honum hann líka að skilið að spila og þannig að þetta er lúxus vandamál fyrir okkur. Sé að Máni er skráður skýrslu okkur en er ekki á bekknum í rauninni, hvernig staðan á honum? Hann fekk aðeins í náran í bikarnum móti Selfossi og var nú búinn að ná sér, kláraði Grindavíkurleikinn bara 90 mínútur á full force og svo kom aðeins upp núna mánudaginn bara smá bakslag. Við ákveðum bara að taka enga sénsa með hann og við leiðum honum bara að vera á bekknum vegna þess að það við hefum ennþá inni 2 frá Bandaríkjunum og svo eru 2 veikir og allur alveg er skráður í vangi Júpiters, þannig að hann fekk bara að vera alltaf með. Því að við byrjum þetta á, þú veist, að ég spurði út í gæðin til þessa, hvort þið ekki eitthvað inni. Að vera með 60 eftir 2 leiki og finnast þú eiga eitthvað inni, er það ekki rosalega góð tilfinning? Það er mjög góð tilfinning, en mér finnst við líka að vera að tækla mjög vel þau atriði sem við ætluðum að laga í vetur frá síðasta sumri og ég horfi líka mikið í það að við erum búin að laga það sem við þurfum að laga frá því fyrra. Þannig að það er mjög mikilvægt og hitt kemur. Hvernig fannst þér ganga að stoppa Ómar Só? Bara vel. Mér fannst Júli og Baldvin gera það mjög vel. Hann er stórhættulegur, líkamlega sterkur og fljótur og frábær framherji. Mér fannst þeir tækla hann bara mjög vel og þeir gáðu hann bara lítið. Takk fyrir að skalla hann í slána. Já, nákvæmlega. Takk fyrir að Óli. Takk sömuleiðis.